Þetta með að skjóta fráfarandi valdhafa undir húsvegg frá Ingu sem hún sagði bara svona nánast ekki djóki sko. Ég held að Kristrún hafi svarað þannig ég hefði nú ekki orðað þetta svona. Þetta var bara, að það var ekkert meira en það sko. Ef að vindorka svona ódýr eins og allir segja, þá ætti það væntanlega því að þau lönd sem eru með hæst hlutfall vindorku eru með ódýrasta rafmagnið. Það er ekki þannig, það er akkúrat öfugt. Og hvað segir það okkur? Það segir okkur það að það er bara dýruverðið keypt að hafa framleiðsluna svona sveiflukennda. Það heyrist lítið í Landvernd þessa dagana og ég held að hafi bara engin áhuga á að heyra hvað þau segja sko. Ég man að ég fekk nú einhver skilaboð frá einhverjum starfsmann þar, ég held að það hafi verið síðast eða þar síðast þegar ég kom til þín, sem ég held einhver fram og hún vildi fá einhver að kvitta þeim fyrir því. Hvað flokkur fólksins er tilbúin að láta yfir sig ganga því að þau eru náttúrulega bara svona, já, svolítið svona hækja fyrir Viðreisn og Samfylkinguna sem náttúrulega stjórna þessu. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jæja, Þórður Gunnarsson enn og aftur. Fjölmenningar og lofslags hagfræðingur. Jú, það passar. Það er áhugaverður titill. Já. Þannig hvað var þess valdandi að þú ákvaðst að fara þessa leið? Þetta var bara kall tímans þungi niður sem að dró mig inn í þessi mál. Já. Það sko, við erum að tala saman 17. júlí og margt búið að gerast. Byrjum á 71. grein. Sko, ég er bara búin að vera með hugleiðingar út af því að núna segir Guðrún Hafsteinsdóttir að þetta muni koma til með að breyta öllu sem við kemur í íslenskum stjórnmálum. Hvernig horfir þetta við þér? Sko, ég vil nú ekki hljóma eins og prófessor í stjórnmálafræði og segja að það verður áhugavert að fylgjast með framhaldinu sem er náttúrulega þeirra svar við öllu. Nei, og kemur með fjölmenningar og loftslagsvinkilinn. Ég held sko að það er auðvitað mörguleiti búið að breyta stjórnarfari í landinu með að beita þessari grein. Það er svo auðvitað verið mikið sagt þetta á síðustu dögum og ég veit ekki hversu miklu ég get bætt við en það á það bara eftir að koma í ljós bara á næsta þingi, saman hvort það er það fyrir jól eða næsta vor eftir tæpt ár, hvernig ætti mann ganga hjá stjórninni að koma sínum málum í gegn. Ég man eftir því, ég held að það hafi verið þingið sem kláraðist 23 frekar en 22, þar sem var svona allt í lás eins og var núna í þinginu og tókst ekkert að ná neinum samningum. Endaði bara með því að ríkisstjórnin sem þá var einhvern veginn stóð upp svona tiltölulega tómment vorið með það sem var lagt upp með, en það var að því það náðist ekki samningar. En núna er einhvern veginn búið að taka þetta skref og maður myndir nú ætla það að þetta sé trúnaðarbrestur milli forseta Alþingis og stjórnarandstöðunar. Þetta málþóf sem var í gangi, það var í rauninni, þetta er eina tæki sem stjórnarandstaðan hefur til þess að til að tefja afgreiðslu mála og þetta var ekkert bara málþóf bara menn voru ekkert að standa í því bara út af engu. Það var komin mjög málefnilega gagnrýni fram á þetta frumvarp. Það var búið að sýna sig aftur og aftur og útreikningarnir voru vitlausir. Það hefur verið þess að breytuðu líka. Já, svo kom breytingan til að daginn eftir sem bara sýndi það að þetta var illa unnið. Við erum að tala um frumvarp sem átt að taka gildi núna 1. nóvember á þessu ári. Og ef að menn, það voru mjög málefnilegar ástæður fyrir því til að setjast niður og bara skoða þetta eins betur, en þetta var fyrir löngu síðan hægt að snúast efnisatriði málsins. En ég held að þetta geti orðið þrautaganga fyrir ríkisstjórnina núna á næstu misserum að díla við stjórnarandsstöðuna því að stjórnarandstaðan hefur auðvitað lýðræðislegu hlutverki að gegna að veita meirihluta. Því var náttúrulega bjargað, núna eru náttúrulega búið við lýðræði, kjölfarið þessari ákvörðun. Já, eða það er búið að bjarga lýðveldinu, var það ekki það sem að steðið að hætta að lýðveldinu. En ég meina, svo kemur þetta Ólaf, sko, maður hefur náttúrulega tilfinninguna að þetta hafi staðið til mjög lengi og það er ekki bara mín tilfinning, við sáum það að Flokkur fólksins lét útbúa eitthvað memo þetta fyrir meir en 2 mánuðum, 2 dögum eftir að frumvarpið var lagt fram. Ólaf Harðarsson er fyrstu til að stinga upp á þessu, ekkert tímann hann í byrjun júní eða lok maí. Og hann sá náttúrulega ekkert vandamál við þetta og benti bara það að það var aldrei málþóf í Svíþjóð eða Noregi eða Danmörku en það eru auðvitað minni hlutastjórnir og þar raunverulega þarf alltaf að ná samningum öll frumvörp, alltaf
en meðan við erum með meiri hluta en það þarf samt að ná samningum hann að það séu allir sáttir en ég held að þetta getur erfitt fyrir meiri hlutan eða fyrir ríkisstjórnina að ná sínum málum í gegn víst að búið að setja þetta fordæmi og bara eins og Hildur Sverrisdóttir sagði þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sagði náttúrulega réttilega að tala valdaræningan þá valdaræningan sem ákvað slíta þingfundu hann miðnætti eins og hafi verið dagan á undan það á stjórnarandstaðan eitthvað að mæta í vinnunum núna, víst að þetta bara það nýjum veruleiki, ég ekki að því að það ekkit víst að þessi ríkisstjórn verði við líði næstu 40 árin, þetta geti eitthvað breyst í næstu kosningum þannig að þegar þeir sem að sitja í meiri hlutanum núna eru konur í minni hluta, ég ekki viss að þeir eru ánægðir með að vera sviptir sínu málfrelsi með þessum hætti, ég meina það er einhvern dotti í huga að gera þetta, það er reyndar að nú skrifum við það í Mokka nýlega að Jóhanna Sigurðardóttir, hún vildi gera þetta þegar hún var forsætisráðherra en varð bara undir í því máli gagnvart sínum samflokksmönnum af því að það bara með því að nota þetta atkvæði þá ertu búin að breyta öllu og einhverju segja þetta hafi í raun og verið dauður lagabóstaður, síðast var þetta að nota 59 eða ekki? Já, það er eitthvað mjög langt síðan það var NATO-aðildin á 5. áratugum, svo 59 þegar að fjárlög voru komin í ógöngur og það var bara alveg komin nýtt ár svona aðeins öðruvísi en þetta var skattahækkunarmál sem að hefði litlu breytt að það hefði beðið í 3-4 mánuði og menn hefði kannski sest aðeins betur yfir þetta. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun. Farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, þetta er frekar sérstakt sko, þetta ég er alltaf að hugsa sko, verður þetta notað við minni tilefni núna? Það er fyrst með að vera langstærsta spurningin í þessu sko. Það var eitthvað sem orðaði það þannig að það er búið að lækka ranna núna er bara búið að lækka þröskuldin til þess að nota þetta, en það auðvitað mun það bara reyna á, svona persónulega finnst mér ekki gott mál að þetta verið orðið eitthvað norm sko, en það með bara reyna náttúrulega mest á framtíðar ríkisstjórnir hvernig sem það verið að skipa þér að halda aftur af freistinguna að nota þetta en þetta er auðvitað ekki stjórnarfar sem við viljum henni í þessu landi þetta er ólýðræðislegt það er ekkert ef að það er búið að svifta þingmenn málfrelsi með þessu. Já, mér kemur alltaf til hugar eins og ég er búin að nefna sko, ofríki meirihlutan sko, sem er alveg eitthvað sem að mér finnst vera mjög mikilvægt prinsip að horfa til sko, að hvenær það er réttlætanlegt að sko, meirihlutin taki ákvörðun þvert á vilja minnihlutan sko, og hvaða lýðræðislegu getur þeir hafa til þess að taka á sínum málum og ég finnst þetta bara sko það er líka svo fyndið stemming, sástu myndina sem að Kristrún Þórunn Sveinbjargar og Guðmundur Ari birtu af í sérsömuðum nýjum bláum jakkafutum búin að taka bláa litin af sjálfunum, búin að taka fundaherbyggið, næst takaði fálkan er þetta ekki bara nýji sjálfstæðisflokkurinn? Það held ég nú ekki, en mér fannst þetta nú bara nánast ósögðið að sjá þessi vídeo sem við settum svo daginn eftir, eitthvað við látum verkin tala og allt þetta og svo bara þessi orðræði með sko við erum með meiri hluta kjósenda bak við okkur, við erum með svona marga þingmenn og þar af leiðandi megum við gera þetta, en er hún ekki forsætisráðherra allra þjóðarinnar? Er hún bara forsætisráðherra þeirra sem að kusu samfylkinguna Flokk fólksins eða Viðreisn? Með á móti? Já, ég meina, ef við tökum bara sennilega minnihluti atkvæða þá bak við þetta, náttúrulega duttu niður hann eitthvað 14-15%. Þannig að minnihluti atkvæða bara manna sem að kausa þessa flokka, en meiri hluti á þinginu, en mér finnst að menn þegar stjórnmálamenn vinna kosningar og ná að mynda ríkisstjórn og sitja stýrið í þeim, þá eru þau nú samt ennþá forsætisráðherrar allra þjóðarinnar, ekki bara þeirra sem að kusu þá. Nei, þetta kom mér, sko, ég bjóst ekkit við þetta var náttúrulega óvinsælt mál meðal svona meirihluta þjóðarinnar og ég held sko veiðigjöldin. Já, veiðigjöldin. Ég meina, það var verið að láta framlega skoðanakannanir, það er náttúrulega mjög auðvelt að ef ég spurður því, viltu láta haka skatta okkar aðra heldur en þig, eða þú veist, það er presenterað þannig fyrir þér, þó þetta séu þetta bara hækkun í rauninni, skattahækkun á atvinnuvegi sem stendur undir fjórðungi af efnahagsstarfsemi á Íslandi, en ef þetta er borið á borð fyrir með svona einföldum hætti, þá þetta segir bara já, ég meina, þannig að það var það sem þau stuttu svo líka mikið við í þessari baráttu að meiri hluti þjóðarinnar að stytta þetta af því að það var búið að kaupa skoðanakönnun þar sem það var spurt leiðandi spurninga um málið. Já, en ég er að segja það, en ég held bara að Sjálfstæðisflokkurinn
og þessir flokkar myndu koma til með að svona eyðileggja fyrir sér fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar og þess vegna komur þetta svo óvart sko, ég held bara að það væri að saksa á eigið fylgi og samfylgi myndi einhvern veginn að endingu sem að þau virðast reyndar hafa gert, það var rosalega skrýtni vending út af því að þau þrýsta þessi gegn með því að virkja þetta ákvæði, þingskapalaga og svo í kjölfari segja við ætlum samt að innleiða þetta svona í skrefum þannig að þú veist, það var það sem að vera að kalla á eftir. Já, það var þannig í kosningabaráttunni, þá var sagt að þetta innleiða þetta á 10 árum og svo allt í einu átti að gera þetta á 4 mánuðum að þetta á að taka gildi 1. nóvember. Já. En svo held ég nú eftir að koma í ljós þannig örugglega ýmislegt í þessu sem stenst ekki stjórnarskrá eins og til dæmis þetta þessi makríl aðferð sko, það sem á að nota norska markaðsverðið. Það svo kvöldu sannvirðisregla sem til, það sem að svona skattstofn þarf að liggja mjög skýrt fyrir hver skattstofnun og það mjög ekki yfir vafa hafið hvort að markaðsverð í Noregi sem að bæði núna málaferli standa það, hvernig það myndast í Noregi þar að segja, hvort að það sé standi stjórnarskrá að það myndi grundvöll skattlagningar á Íslandi, en svo sjáum við bara hérna eins og heima, ég meina það alveg viðskipti með kvóta, líka makrílkvóta, við síðustu viðskipti voru 70 eitthvað krónur ef ég man rétt, kílóið þar að segja en samkvæmt þessu frumvarpi þú tekur bara launin til sjómannana og veiðigjaldið þá samtalana því orðin hærri heldur en verðið á kvótanum sko, þannig að við munum kannski sjá það mögulega strax næsta sumar að uppsjáður útgerðina munum bara skilja makrílinn eftir í sjónum nema kannski fara bara rétt í restina þegar hann er orðin feitur og hæfur til mannellis en það er kannski svona það fyrsta sem við sjáum. En hvað gerist ef það kemur eitthvað óheppilegt upp úr þessum málaferlum í Noregi? Hvar stöndum við þá? Já, ef það kemur á daginn að þetta sé óeðlileg verðmyndun. Já, það verður bara fórhaldið að benda á það, en ég meina það var náttúrulega bara menn voru bara ekki tilbúin að hlusta á þetta í þessu, það var ekkert farið að snúast, þetta var löngu hægt að snúast efnisatriði málsins sko, það var bara farið að snúast að ríkisstjórnin búin að sökkva miklu pólitísku kapitali í að ná þessu máli í gegn og það var bara tekin svona, þetta var alltaf að fara að vera dýrt fyrir þau, saman hvort þetta er pólitískt dýrt þar að segja, saman hvort þau myndu ná þessu í gegn eða ekki, þannig að þau hugsa ok, við slúðum bara að ná þessu í gegn en svo heyri maður, ég hlustaði nú hennan Guðmund Árna Stefánsson í viðtali í spursmálum hjá Stefán Ennari þá sagði hann þetta á ekki að koma neinum óvart, þetta er búið að vera áherslumál hjá ríkisstjórninni, nei, þetta kemur ekkert óvart en bara svona óháð í hvort mönnum finnst að það eigi að innhenda veiðigjöld ekki og hversu há eða lág þau að vera, þá var þetta bara svo mikil hráka smíð þetta frumvarp og eins og segi, mikla líkur á því að hlutar standist ekki í stjórnarskrá að það var öll ástæði til þess að bara kæla þetta þó er ekki inn í 2-3 mánuði og bara fá kannski útreikninga sem að allir geta fellt sig við af því að þeim að breyta náttúrulega 3 svar af skattinum. Þannig að verður ekki bara einhverju dómstólar í Evrópu sem að taka þetta upp og við verðum ekki aftur ekki með þetta? Það gæti vel verið, ég er ekki lögfræðingur en það verður aðrir að svara því og svo var þetta líka sama með strandveiðarnar en þegar við sitjum hérna, við vorum að skoða fréttirnar hérna rétt áðan, það tókst náttúrulega ekki að klára það heldur sko en það hefur verið að skítmissa það einhvern veginn í atvinnuvegaráðuneytinu, við höfum eftir að sjá hvernig Þetta er samkvæmt núverandi reglum þá áttu þeim að ljúka í dag þegar við erum að tala saman. Já, bara í rauninni sko 10. júlí var eitthvað svona viðmiðan dagsning, en náttúrulega bara kvótinn inn í þetta er náttúrulega bara búinn. Það vantar 5-6 tonni viðbót af þorski sko til að tryggja þessa 48 daga og menn hafa ekki ennþá getað svarað því hvar það á að finnast á að taka á byggðakvótunum, á að fara frá ráðgjöfuna, menn hafi ekki getað svarað því. Sagði ekki einhver að þeir koma bara upp úr sjónum? Ég held að enga sælan það sagt það. Jú, það er alveg rétt hjá hann, þetta mun koma upp úr sjónum, en það er spurning hvernig þetta verður fært í bókar, sko, inn í þessum kerfum sem við erum búin að búa til, en svo er það líka annað, veistu, þegar Hanna Katrín kom flatt upp á Hanna Sigurjón Þórðarsson væri eigandi strandveiðiútgerðar, hún vissi ekki að því, þá segir hún Já, þá augljóslega mun hann ekki komin alveg til að halda þessu máli, svo er hann alltaf bara fremstur í stafni henni í þinginu að slást fyrir þessu og alltaf í fjölmiðlum að tala um þetta og hann á bara strandið ekki sjálfur þó hann sé enda með einhverja konu þarna Ólafsfirði núna að leppa það fyrir sig en svo að vísu var hann ekki fyrst í flutningsmaður frumvarpsins, það var Lilja Rafni en hún á reynda líka strandið útgerð þannig að það er eiginlega bara svolítið verið að senda okkur fingurinn með þessu sko, ég vil bara samt að komi skýrt fram að ég sé ekkit að því að fólk sitja á þingi sem er með
tengsl eða eitthvað hagsmuni í atvinnurekstri, það bara flott og það mætti eiginlega vera meira að því, við erum alltaf mikið af fólki sem er bara unni hjá ríkið að sveitafélögum allavega og þessu á þing. Það vantar fleira fólk með sterka tengingu á atvinnulífið inn á þing, en sko þegar þú ert með beina hagsmuni í svona máli og ert bara að helsti flutningsmaður þess að þessu sé breytt og þú munt græða peninga á því, það finnst mér of langt gengið sko og finnst það ekki í lagi. Er það ekki bannað? Hvernig er þetta? Þú veist að ég sko núna Ég held að sé ekki bannað með lögum, en ég meina ég veit ekki hvort að hvernig það renna stjórnsýsluna ég veit ekki hvort að stjórnsýslureglur vanhæfi sko gilda, en ég held bara svona hinga til eru menn kannski ekki þetta, hafa menn bara ekki verið þetta kræfir sko, en það gildir ekki flokk fólksins greinilega. Sko ég man eftir þessi stjórnsýslufræðinu, þá var maður að læra vanhæfni og ég einhvern veginn út af því að ég bara man ekki sko, það skýrt inn í sko ef þú vinnur inn stjórnsýslu, þá þarfst að lýsa vanhæfan til þess að fjalla ákveðin mál og taka ákvarðanir sérstaklega ákveðin mál. Já, það náttúrulega bæði vanhæfi og vanhæfni, en það gildir svo sem hvort tveggja Sigurjón Þórðarson. Já, þetta er magna. En Kristrún, mín kona, hún rís og rís. Hún bara hættir ekki að vera vinsæll. Hún er bara vinsælli núna heldur hún nokkuð að verið. Já, Samfylkingin lét gera þessa könnun. Sokkur í sjálfhana. Já, lét gera þessa könnun hversu ánægður eða ánægt ertu með störf Kristrúnar, og það virðist vera ánægði með þetta, en það sko hún kom ekkert inn í þetta veiðigjaldamál bara fyrir en í rauninni að loka metrunum. Það voru aðrir sem tóku slaginn svona stærstan hluta sumars, svo var það bara svona í restina þegar að þetta komið algjörlega í skrúna framgangu málsins, þá lætur hún til sig taka, en það svo sem alveg klókt hjá henni, hún er ekki lætur aðra taka svolítið að höggum áður en hún lætur til sín taka sjálf. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Hún er bara aðal leiðtoginn. Er einhver betri leiðtogi á Alþingi heldur en Kristrún Frostadóttir í dag? Svona ef við erum alveg hreinskilnir. Já, hún allavega, hún er best. Hún flýgur hæst akkurat núna, það er ekki hægt að neita því. Ég er nefnilega sko og eins og ég var að tala sko með þessi sérsömmuðu bláu jakkaföt. Þetta var sko, ég held að þau séu að horfa á þetta, þau tölur líka sko fyrir kosningar og saman bara, ég er henni til 8 ára sko, í það minnsta. Og ég held að þau séu svolítið að horfa á þetta þannig að þau munu koma til með bara einhvern veginn að stýra landinu til lengri tíma og bara séu nýji sjálfstæðisflokkurinn, og þessi bláu jakkaföt, það er bara merkið þess að þau eru hérna til að taka yfir sko. Já, ég meina Samfylkingin virðist vera svona ágætis samstaða svona í forystun allavega núna, en þú veist það eru 2 aðrir flokkar í þessari ríkisstjórn. Sérstaklega náttúrulega. Já, ef við tökum bara Viðreisn fyrst sko, þá ég held að Viðreisn hafi fengið ansi mikið atkvæðum að láni frá Sjálfstæðisflokknum síðast. Það voru einhverjir hægri menn sem voru bara með óbræði munni eftir þessa ríkisstjórn sem var að fara frá þá. Á ótrúlega hátt er þessi ríkisstjórn núna verri, en ég vissi ekki að þetta er toppa strax sko, en flokk og fólksins, ég meina maður sér það hvernig Kristrún bara talar oft niður bara til Ingu opinberlega. Þessi spurning var til mín, Inga mín, og geggjað moment. Til dæmis það, Inga mín. En þú veist, hvað er þessi ríkisstjórn búin að sitja lengi, að vera starfandi lengi? Þetta er svona 6 mánuðir pluss mínus eða ekki? Ekkert búið að gerast. Ég meina, en hvað eru búin að vera marga katastrófur hjá flokki fólksins? Þetta var eiginlega bara svona vikulega, það var alltaf eitthvað nýtt, og ég held að það hafi verið stóra ástæðan fyrir því að þessi veiðigjöld hafi verið lögð fram svona skyndilega. Það var raunar engin aðdragandi að þessu, og þetta var gert með allt öðrum hætti heldur en hafi verið talað um. Ég held að þetta hafi bara verið til þess að ná frumkvæði í umræðunni sko, og taka flóðlýsinguna af það er trúðarlest í flokki fólksins sko. Og það tókst svo sem, það tókst ágætlega. Já, ég nefnilega sko með flokk fólksins sko, eins ágætt að þau nú eru, þá talaðu á svo galinn máta, og ég einhvern veginn er búin að vera einhvern veginn að yfirfara þetta einmitt, að við sinnum
sinnum allt það sem búið að gerast sinnum 8 sem kjörtímabilið, þetta hálft ár og sinnum 8 að þá veit ég hvort að þetta verði mjög farsælt en líka sko þetta því að það var frekar áhugavert þegar að öll þessi mál komum með Asteldi Lóu, með Sigurjón og allt þetta bara Inga og hvernig hún talar náttúrulega þá var svona smá eins og Kristrúnu hafi tekist að svona aðeins að ná að hemja þau í því að ganga hart fram síðan núna síðustu metrunum sem fyrst vera allt og lítið til umræðu þá bara heyrðu, þeir eru valdaræningar og það við viljum ekki stjórnarfara sem að fólk tekið bak við húsvegg og skotið bara svona einhver galin umræða þetta er næðilegt ég var ekki svar þetta með að skjóta fráfarandi valdhafa undir húsvegg frá Ingu sem hún sagði bara svona nánast ekki djóki sko ég held að Kristrúnu að ég svaraði þannig ég hefði nú ekki orðað þetta svona þetta var bara, og það var ekkert meira en það sko ekkert eitthvað að draga þetta tilbaka eða neitt sko Nei, það er svona ákveðin prinsip sem verið að setja sko sem eru svolítið einkennilega svo ekki sem meira sagt sko Já. það er og svona orðaræða og þá kemur Ólafur Þór félagi minn sem að hefur oft rétt fyrir sér, ég ekki alltaf sammálunum hann hefur ekki oft finnst þér hann ofta að rétt fyrir sér hann bara eiginlega alltaf sko nei, hann hefur komið nokkur sem sko ég og hann eru ágætis félagar en ég skal alveg viðurkenna það að það er búið að vera svolítið svona einkennilegar eins og þegar hann sagði þetta með 71. greinu bara einhvern veginn á fyrrabræði í einhverju viðtali að þá bara var það þegar var ekkert mikið álið á umræðuna það er að segja, jú, það var slegið Íslandsmet í málþófu og allt það þetta var rauk fyrir því en að virkja þessa grein undir þeim formerkjum en aftur á móti þá var ekkert mikið af málþófunni búið þegar þetta kom bara upp á krafsinu og eins og þú varst að nefna að Flokkur fólksins var bara búin að undirbúa þetta sko. Já, nei, það var greinilega búið að hugsa þetta ég heldur endur að þetta hafi ekki verið hugsað enda en það var búið að setja þetta plan in place þetta mjög snemma og maður hefur nú heyrt það að Kristrún sé svona með svona ráðgjafaráð sko, það sem Ólafur Þór situr meðal annars og Össur og fleiri sko þannig að kannski Ólafur hafði svona tekið það sér að fleita þessari hugmynd út í umræðina snemma þannig að fólk væri að venjast tilhugsuninni og svo maður líka heyri það að sko hann passa sér rosalega gagnrýna Kristrún ekki neitt og rauninni bara núna lauk þinginu og ríkisstjórnin náði ekki miklu gegn en þú veist það endan alltaf hann og hún er sumi gegn og ekki öðru eins og þetta hafi bara verið eins og hver önnur þinglokk en þetta var náttúrulega ekki þannig Nei. Það er líka jákvæða hlutir sko eins og Obba, Þorbjörg Sigríður henni er að takast svona allavega að grípa til einhverja aðgerða í útlendingamálunum og svo er Jóhann Páll, hann bara náttúrulega þú skrifar greinar inn á heimildina loftslagskvíða og þar fjallar það að Jóhann Páll sé að traðka á frelsi ykkar hjá Landvernd og öðrum Já. en ég meina, svo grínust ekki með þetta þá hann er að bara koma þessi gegn og hann segir bara þetta verður að veruleika það við þurfum orku að verða ekkert kjaftaði hann nú, þú varst að tala að þessi ríkisstjórn sé verri heldur en svo síðasta í orkumálum hún eða ekki ég get alveg samþýtt það Jóhann Páll hann hefur gengið prýðilega til verks í þessum orkumálum en það líka bara hann áttar sig á að það er okkur vandi á höndum í þeim efnum hann líka var klókur þegar hann riði sér aðstoðamann Lárus Ólafsson frá Samtökum Iðnaðarins sem mikill sérfræðingur í orkumálum og þannig fáir sem þekki þetta jafnvel á hann þannig að hann með góðan ráðgjafa þar í þeim málum en svo þarf þetta líka bara í þessum orku málum öllu saman að breyta þessu kerfi sem við erum með þar sem að það er einhverjar úrskurðarnefndir sem að hafa eitthvað endanlegt ákvörðunarvald bara mjög stór mál ég meina þetta rammaáætlunarprógram hann er nú eiginlega búin að stakksetta það hann segist að ákveða þetta á hverju ári það þá getur rammi sko rammaáætlun sko var búin til þess að taka svona ákvarðanir nýtingu orku auðlinda út úr svona djúpu pólitísku þrassi ég meina þetta var þannig áður fyrir að þegar átt að byggja stóra virkjunarstæði að samþykkja það var það tekið bara á þinginu bara nánast einstaka virkjanir og maður skildi alveg hugsununa að setja þetta inn í eitthvað faglegt ferli en
það allt stopp þar og það ferli virðist ekkit endur alltaf vera faglegt heldur sko, það alveg bara pólitík inn í þessari framleiðslu og framkvæmd á rammaáætlun líka og svo bara þessi úrskurðarnefnd auðlinda og umhverfis og auðlindamála, hún einhvern veginn komið rosalega mikið og sterkt ákvörðunarvald í þessu, þannig að við erum í rauninni bara komin á sama staðu voru nema hvað það þessi nefnd sem að tekur ákvarðanir sem eru bara mjög pólitískar, nema hvað að fólki sem situr í þessari nefnd er ókjörið, það bara skipað af einhverjum flokkum, sama í útlendingamálunum úrskurðarnefnd útlendingamála sem að taka stórt pólitískar ákvarðanir, en þarna situr fólk sem að, ég hef ekkert á móti þessu fólki persónulega, ég man ekki einu sinni hvað þau heita sem situr í þessari nefnd, en þau eru að taka stór pólitískar ákvarðanir sem ættu með réttu að vera teknar af stjórnmálamönnum. Þannig að við þurfum að endurræsa þetta kerfi aðeins með þessar nefndir sem hafa svona mikið völd og eru að taka pólitískar ákvarðanir, bæði í orkumálum og útlendingamálum og fleiri. Sérstaklega á þetta, ég tala oft þetta sko, í svona á breiðari grunni sko, að lýðræðislegur vilji einhvern veginn tekinn úr sambandi sko, þegar einhvern veginn allt sett undir einhverja nefndir og einhverja hópa, einhverjir hópar fengnir til þess að meta þetta sem eiga að vera einhvern veginn algjörlega óháðir en það aldrei út af því að það alltaf eitthvað fólk sem að góla sig inn í þessar nefndir og þessa hópa og stýruhópa og spretthópa og það búið að taka svona lýðræðislegan vilja svolítið úr sambandi. Ég hef svo sem að fjalla þetta áður að Milton Friedman talaði að hópur A og B var að tala hvað C ætti að gera fyrir D og þetta ótrúlega mikið, við tölum bara útlendingamál að lýðræðislegur vilji ekki fyrir hendi þegar það kemur til dæmis að þessum málum. Við sjáum það bara á skoðanakönnunum að öðru að það ekkert lýðræðislegt við það hvernig haldið utan þessi mál og þess vegna eins og segi, þess vegna þessi stýrihópar sem hópur A að tala við stjórnmálamenn sem hópur B að ákveða hvað til dæmis atvinnulífið sem hópur C eiga að vera að gera fyrir hóp D, þannig að allt við þetta ótrúlega svona einkennilegt hvernig við erum að taka ákvarðanir öll þessi mál og við erum einhvern veginn, minna nú að Rousseau hafi sagt að við erum frjáls einu svona ára á 4 ára fresti við lýðræðislegt fyrirkomulag þar sem við getum fengið að við fáum að kjósa en svo einhvern veginn farið að koma til ákvarðanir og tökum við kjölfarið og það þetta sem að og við getum tekið orkumálin hvað var það? Ég held að samtök iðnaðarins eða samtök atvinnulífs hafi gert einhver skoðanakönnun, þú varst nú með panel hana þar sem hún nefndir einmitt þessa tölu 93% af Íslendingum myndi vilja auka orkuframleiðslu eða eitthvað algjörlega galið. Já, bara, þú veist, svo gott sem allir sko. Já. Ég meina, voru þetta ekki þessi 7% svona cirka bát fylgi sem að VFG voru með þá held ég og svo reyndar að minnka það eitthvað síðan eftir það en já, og ég held að Jóhann Páll bara sjáu þetta og viti það, þú veist, þetta bara líklegt til pólitískra vinsalda að reyna að höggva á hnútinn í þessum málum. Ég meina, áherslan hjá honum hefur verið mikið á vindorku, fínt, ég reyndar svona ef þú alltaf byggja vindorku, þú þarf alltaf að byggja upp grunnorku á móti vindorku, af því að vindorka getur bara dottið út, þannig að þú getur ekki verið með vindorkuna sem hluta af grunnframleiðslunni sko, þú þarf alltaf að vera með jarðhita eða vatnsafl á móti ef að vindorkan dettur út. En þetta er fín byrjun hjá honum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það ekki bara einhver sýndamennska? Ég meina, Þórður Pálsson var eitthvað að ræða þetta bara, með minnir að vera Þórður Pálsson, ég vona ég sé ekki að leggja orðin í hans munn, en minnir hann hafi talað bara, þú veist, við þetta bara einhver sýndamennska, við erum einhvern veginn að tala þetta því að kom rosalega mikið með þessari loftslags umræðu, sko, við ætlum að fara að taka út allt bensín og taka út alla olíu, sko, samt var hann alltaf stóraukast allt þar annar staðar og við myndum einhvern veginn koma til með að bjarga heiminum með því að vera að reisa einhver vindorku sko, og þetta er einhvern veginn náðrosalegri svona vægi í umræðu orkumál en í rauninni erum við bara með frábæran kost sem að hefur að gera með vatnsaflsvirkjanir og við ættum náttúrulega miklu frekar að gera það og það hefur náttúrulega miklu minna líti líka á allt landsvæði því að þetta er náttúrulega risa turna sem að rísa þarna upp sem að fara, man ekki, hvað er þetta, 3 Hallgrímskirkjur eitthvað svona eitthvað galið sko. Hvar stendur þú á því? Erum við að gera grína sjálfum okkur með þessum vindorkumálum? Eins og ég segi, ég er á því að jarðhiti og vatnsafl er miklu betri orkukostur heldur en vindorka og við ættum að vera
leggja minni eða meiri áherslu á það, en vindorka getur nýst í ýmislegt en það er flókið að tengja hana inn á flutningskerfið af því að hún er svo sveiflukent. Ef að vindorka er svona ódýr eins og allir segja, þá ætti það væntanlega því að þau lönd sem eru með hæst hlutfall vindorku eru með ódýrasta rafmagnið. Það er ekki þannig, það er akkurat öfugt. Og hvað segir það okkur? Það segir okkur það að það er bara dýruverðið keypt að hafa framleiðsluna svona sveiflukennda. Þetta er bara eins og tekið dæmi gjaldmiðil sem sveiflast mikið, það er yfirleitt hærri vextirar. Þetta er svona raunni sama hugsun sko. Við sáum að hafa gert þessi tilraun á Spáni daginn, það hafa rafmagnslaust á öllum Spáni, nánast öllum Spáni. Það var að því að það voru menn að sjá hvað kerfið fylgdi mikið af vindorku. Þú veist, stjórnvöld þar hafa neitað þessu, en þetta var ákveðin tilraun sem var í gangi þarna. Og þetta, já, það eru ykkur sem halda því fram að þetta hafi verið tilraun. Hvað komustu langt á bara vindorku? Og bara, án þess að láta hann vita og bara sjá hvað gerist. Já, en þessu er neitað, en það er Martin bendið til þess að menn hafi verið að prófa sig áfram með þetta. En svo, þú getur það er bara að kynna sig það að þau land sem eru með mest svona penetration af vindorku, eins og Bretland, þeir eru með mjög hátt hlutfall vindorku, en það er langhæsta orkuverið þar. Það segir allt. Og þetta er líka bara sko, það er eitt er uppsett afl og annað er svo það sem þú farið actually út úr þessu. Og þó að uppsett afl vindorkuverð sé 100 megawatt, þá eru fræðilega hámarks afköst 58. Og þykir gott að vera í 45, 6, 7. Þannig að út með uppsett afl upp á 100 þá farið þið vilt minna en 50 sko. Og svo er þetta orðið svo svakalega græður eins og þú sagðir áðan, orðið mörg 100 metra hátt. Þarf að þola mikið álag. Þetta er náttúrulega mikið til úr mjög hörðu plasti. Þetta er plast sem er styrt svo mikið að það er nánast, það er ómögulegt að endurvinna það, þannig að það þarf að urða þetta allt saman, þannig að það nú töluverð mengun sem fylgir þessu, þó að þetta heiti endurnýjanlegt út frá kolefnislosunar sjónarmiði. Já, ég einhvern veginn, eins og ég ætla að segja þannig að við erum einhvern veginn alltaf að reyna að finna einhverja lausnir við einhverjum málum sem að krefst ekki lausna. Það er svona verið alltaf að reyna að bæta og að breyta því sem þarf ekki að bæta, og það kemur alltaf svo óvart einhvern veginn að við, eins og þú voru að nefna sko, ef orku verið dýrar annar staðar, þá er einhver ástæða fyrir því sko. Við erum með eitthvað betra heldur en flestir aðrir, sérstaklega þegar að búum mjög strjálbíla landi, það er ótrúlegt hvað er mikið rafmagn á mörgum stöðum, þó svo að sé á ákveðnum stöðum náttúrulega eitthvað sem það þarf að bæta. Já, menn það er bara ástæða fyrir að rafmagn er svona ódýrt, það er bara, við erum með nokkra stórnotendur sem að allar þessar virkjanir sem við erum með, það hefði ekki verið byggðan ef það hefði verið tryggð kaupa á þessari orku til lengri tíma, en eina jákvæðu hliðarafleiðingunum er svo að orkuverð til almennings og smærri fyrirtækja er mjög ódýrt á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Það er bara því að við erum með svo mikið með hvað erum fá, þannig að við njótum þessar lága orkuverðs vegna þessar stórnotenda, og það hefur ekkert alltaf verið þannig að það hafi verið ódýrt rafmagn á Íslandi. Það var bara mjög dýrt að halda upp í rafmagnsframleiðsluna lengst það voru olíukallar alls staðar, flytjum dísilolíu til að brenna til að framleiða rafmagn. Það var þannig bara langt fram á 20. öld. Þessuna líka hefur náttúrulega hjá ykkur í landvernd við ykkur verið tíðrættum. Alltaf okkur í landvernd. það heyrist lítið í landvernd þessa dagana, og ég held að það hafi bara engin áhuga á að heyra hvað þau segja sko. Ég man að ég fekk nú einhver skilabráð frá einhverjum starfsmann þar, ég held að það hafi verið síðast eða þar síðast ég kom til þín, sem ég held einhver fram og hún vildi fá einhver að kvitta þeim fyrir því. Veitu hver? Ég man ekki hvað hún hét. Nei, ok. Ég sýnaði það bara. Já, það? Já. En það hefur verið ótrúlega, þetta hefur samt svo mikið breyst sko. Ég man sko, ég var að fylgjast með því að maður ársins 2019 voru ungir krakkar með loftslagskvíða og það voru einhver fleiri verðlaun sem voru veitt með til loftslagsaktivista, einhverju krakkar fyrir utan Alþingi að segja að slökkva á stórnotendum og bara færa þetta rafmagninn á kerfið okkar sko. Þessi ekki að virka meira, og þeir veitum að hætta náttúrulega með alla dísilolíu og fleira sko. Þessi umræður bara horfin sko. Það er enginn sem að,
og þetta var náttúrulega hluti af þessum réttrúna, við vitum alveg að skilur sama fólki var alltaf rosalega umhuga að fá fleiri hælisleitendur til Íslands, var rosalega umhuga það að kapitalismi væri rót alls ills, gerðust líka kyndilberar í öllu sem viðkemur einhverju svona kynferðisofbeldi, var alltaf svona sami hópurinn og svo einhvern veginn Greta Thunberg bestu dæmið þetta, hún bara komin á næsta vagn núna. Já, nákvæmlega, og núna náttúrulega verið sem betur fer að mótmæla komu Ursula von der Leyen, fyndið að sjálfstæðismenn hafi fundið sameiginlegan grundvöll á Palestínu fólkinu. Já, býttu, hver að mótmæla Ursula von der Leyen? Þeir sem að standa með Palestínu, þeir eru að mótmæla komu Ursula von der Leyen og því að hún að styðja óbeint þjóðarmorð á Gaza, sko. Já, ég meina, það einhverju sem halda því fram ef þetta þjóðarmorð, ég ekki viss það er önnur umræða. Já, það er önnur umræða, en tölum aðeins Evrópusambandið. Núna erum við sem betur fyrir að fara að ganga þar inn 2027. Heldur það? Nei, ég veit ekki, sko. Nei, ég held, sko, þetta svo fyndið, ég núna að vinna í svona monolog þætti þar sem ég ætla að fjalla hérna Draghi-skýrsluna og fjalla Evrópusambandið í svona breiðara grunni og ég ætla að senda einmitt reikning á forsætisráðuneytið eða utanríkisráðuneytið út af þau eru að lofa því að ætla að eyða einhverjum milljónum í það að auka umræðu Evrópusambandið. Þannig ég ætla bara að auka umræðu Evrópusambandið og fjalla sérstaklega þessa Draghi-skýrslu og ég ætla að senda reikningin á utanríkisráðuneytið út af því þau ætla að augljóslega að fara að greiða fyrir það. Já, það verður borgað. Er það ekki? Já, það lítur að vera. En það sem hefur náttúrulega verið alveg sérstakt í þessu er að allt sem við kemur Evrópusambandinu innan Evrópu einhvern veginn að drappast niður. Það virðist vera einhvers konar vakning gagnvart þessu. Það svona fólk einhvern veginn að tala að með aukinni hervæðingu og eykst iðnaður og það mun koma til með að bæta ótrúlega fyndið af einhverju benda það svolítið sérkennilegt að Bandaríkjamenn sé að krefjast þess að Þjóðverjar sé að fara að auka hergagnaframleiðslu. Það svona fyrir einhverjum áratugum hefði það þótt mjög sérkennilegt. Já, þau þurftu að taka það mjög rólega þarna í nokkur áratugi. Eftir 1944. En síðan það hafa náttúrulega bara Bandaríkin annast varnir Þýskalands að miklu leyti og ef þú skoða bara hverjir eru að borga fyrir NATO þá náttúrulega bara Bandaríkin með yfir 90% af kostnaðinum við þetta batteri, þannig að maður skilur alveg að það sé beðið að lönd sem eiga að heita ríklönd komi aðeins sterkar inn í þetta. Ferskur fiskur fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsi.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneyð eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. En hérna með Evrópusambandið og í samhengi við þessi orkumál og fleira, þá hefur, þetta stórkostlega vandi og í Draghi-skýrslunni þetta ekki meina fyrir frammi, hann segir þetta í fyrstu klausinu bara, vandinn orkan. Bara orkan verður ef hann ætla að summara þessa 300 blaðsina skýrslu upp, þá bara orkan vandinn. Hefur náttúrulega líka að gera með innflytjendamál og annað, en stærsti vandinn þetta orkan. Og núna Ursula von der Leyen, ég hef hlustað á Sigmund Davíð og Bergþór Óla tala þetta að þeir hefðu áhyggjur af því að út af því seinast hún kom að þá var við krafin það að fara að greiða einhver skatta af flugvélaferðum eða flugferðum segi og að það eitthvað áleika komið upp á hattinu núna en með Evrópusambandið með hvað að virðist vera að drappast niður þó svo sé einhver jákvæð hlutir eiga þessi stað. Heldurðu að þegar við förum að ræða þetta að einhver muni vilja fara inn í þetta bandalag? Það svo sérkennandi. Ég hef alltaf verið peppaður fyrir þessu ég var alltaf ég meina sammála síðasta ræðumanni evran og myndi bæta kannski okkar stöðu og jú sæti við borðið en núna þá bara svo stjörnu galið að vera íhuga að við séum að fara inn í Evrópusambandið. Og það og þau bara, góð hugmynd að spyrja þjóðuna 2027 hvort við ætlum ekki örugglega þannig Já, ég meina þeir sem að grættu náttúrulega lengst af mest á Evrópusambandinu á svona mismunandi hátt voru náttúrulega framan af voru náttúrulega fyrst og fremst þjóðverjar þannig
var Þýskaland svona sterkt rétt fyrir og upp úr aldamótum af því að þeir voru með evruna ef þeir hefðu verið með þýska markið hefðu þeir sá gjaldmiðill verið miklu sterkari heldur en evran var á þessu tíma. Það er þess sem að sko, þýskur iðnaður var alltaf svona sterkur til skemmri tíma græddu Spán, Portugal, Ítalía, Hvítlaugsbeltið eins og þetta sem þú kallað fengu miklu lægri vexti heldur en hefðu ella verið með og þess vegna í rauninni naut almenningur þeirra kjara þó að hafi rauninni verið mjög lítill hagvöxtur í þeim löndum. Það var miklu meiri hagvöxtur í Norður-Evrópu heldur en Suður-Evrópu framan af 20. öldinni út af þessu af því að Þýskaland naut þessa lága gengis sem þeir hefðu ella ekki haft en núna er þetta snúast við og Þýskaland gerir náttúrulega þessi regin mistök í sinni stefnumótun að Gerhard Schröder hann kemur í gegn þessari Nord Stream gasleiðslu og útvistar þar með allri orkuframleiðslu allri orku, eða mestri þeirri orku sem að Þýskaland þarf til Rússlands og hrekst frá völdum frekar óvinsæll en tekur svo við stjórnarformennsku í Gazprom þannig að þú veist það var svona augljóst hvað gerði Gazprom náttúrulega rússneskt fyrirtæki í eigu rússneska ríkisins það er þetta fyrirtæki sem að selur þetta gas inn á þessa pípu sem er ekki lengur til en ég held að Evrópa til skemmri tíma séu svona aðeins að græða á þessari einangrunarstefnu sem að verðist vera myndast sem Bandaríkin eru að keyra á núna þessari tollastefnu, Evrópa mun græða á því til skemmri tíma en ég meina ég sé ekkit öðruvísu saman hvort við byrjum saman fyrir 5 árum eða fyrir 10 árum eða fyrir 15 árum þegar hvernig skuldakreppan svona mest í Evrópu, já fyrir 15 árum Grikkland á hausnum og allt þetta þá litið þetta ekki vel út og mér finnst ekki líta betur út núna og svo líka bara maður sér það hvernig reglu bara horfur á stærsta vígbúna kapplöpið í dag, það er gervigreind þetta er bara milli Kína og Bandaríkjanna en á meðan er Evrópa að rífast það festa plastapa hvaða reglur eiga að gilda gervigreindina, þú veist hvernig að regulera þetta, þú veist það er það sem það snýst allt en að bara þið opinbera er að íta undir þetta í Kína og Bandaríkjunum. Evrópa er ekkert með orku til að setja upp eitthvað gagnaversbusiness sem að verður gagnaverabusiness sem verður það mikilvægasta fyrir gervigreindina þannig að þó að það sé kannski hjálpi Evrópu svona til skemmri tíma einhver ég segi ekki fjármagnsvotni einhver fjármagnsflutningar kannski frá Bandaríkjunum til skemmri tíma út af þessari tollastefnu sem að maður veit svo sem ekki hvernig mun á undanum verða það er alltaf að fresta þessu og hækka þetta og lækka þetta þá er álvan ekki í stakk búin sko að geta staðið undir miklu vexti bara út af þessum orkumálum sem eru náttúrulega bara svona þetta input í eða svona þetta hráefni í hagvöxt sem að kannski vantar svolítið í inn í hefðbundna hagfræði með svona heyrði áhugaverða punktum það daginn. Já. Svo er náttúrulega gagnaveri núna það var sko annað sem er bara algjörlega svona gagnaverin sé ekki besta dæmið þetta svona sem umræðan hefur bara algjörlega flippast. Það sem að við vorum að tala gagnaverin og ég man að sko mér þess að Gulli talaði það bara já gagnaverin það eru bara svona á einhverju sérsamningi núna út af því að það er bara var eitthvað ákveðið tímabil og það er núna að hverfa sko eins og við ætlum að fara að taka út gagnaverin en ég meina ef við erum með orku í gagnaverin og myndum koma til með að auka jafnvel orku þá er það bara frábæra lausn fyrir okkur að vera að selja okkar orku inn á iðnað sem að nauðsynlega þarf á honum að halda sem myndi þá örugglega búa til afleidd störf í teknikerinum. Já, bara sko og það er náttúrulega, þetta er nú punktu sem er Heiðar Guðjónsson á sko, hann var mikið talað að selja orkuna til útlanda með einhverjum fólkdýrum sæstreng sem átt að kosta ekki 3 milljarða evra eða eitthvað sko, selja rafmagn beint til Bretlands af því að það er herra verð, þeim skildalega pælinguna þar, svolítið mikil tilkostnaður en við getum selt orkun á landi núna bara með að leggja fjarskiptastreng sko, skilur, ef við bara byggjum gagnaver hér, þá erum við de facto að selja orkun á landi á sama hátt eins og með rafstreng, við þurfum bara að leggja fleiri fjarskiptastrengi, af því Ísland er besta landi heimi fyrir svona gagnaver langóttirist að reyka þetta það getur vel verið að út á náttúrulega hitastiginu já og það getur vel verið ég meina þessi álver sem við erum með hafa gegna gríðarlega mikilvæga hlutverki í hagkerfinu og hafa gert það áratugum saman en eru þau verða þau eiginlega, ég er ekkert viss um það og sérstaklega í ljósi þessi gagnaver borga
bara margfalt hærra verð. Við sáum það, ég veit ekki hvort þú heyrtum hérna 3 Mile kjarnorkuverið í Bandaríkjunum því var lokað, sko, það voru 3 ofnar, það 1 ofn að keyra núna og því var lokað út af slysi en núna á að opna 1 ofn aftur held ég 800 megawatt sem bara tölvöld stærri en kjarnorkuvirkjun og það 1 kaupandi sem ætlar að taka alla orkuna, það Microsoft og þeir ætla að borga $120-30 á megawattið sem það bil svona 3-4 sinnum hærra heldur en að stóriðin að borga hérna heima núna. Þannig að þetta eru prísandir. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Ég minnst líka sko alveg sérstakt þegar þú varst að tala hérna með Evrópu. Mér finnst við svona meira hallast að því að vera einhvern veginn í Evrópu. Við erum hérna, ég held ef ég er að mynda rétt þá ég er að mynda rétt, þá var ég að tala við Heiðar Guðjónsson fyrir svolítið löngu, þetta ekki síðasta hlaðvarp fyrir svolítið löngu, þá vorum við að ræða svona viðskipti almennt og þá var hann að benda það að Íslendingar væri með svo sérkennilegan hugsunarhátt gagnvart erlendu bæði fjármagni og líka erlendum aðilum að það væri sko ef að einhver væri að fara að kaupa eitthvað eða gera eitthvað svona sniðugt að þá væri alltaf sko þyrftum alltaf að vera með mjög mikinn varhug gagnvart þessar mannesku og þetta væri einhvern veginn sjálfkrafa einhver sem ætlaði að fara að svindla á okkur en eins og þú ert að nefna þarna að við erum með stórnotendur sem að borga 3 sinnum lægra gjald heldur en Microsoft tilbúið til þess að greiða fyrir kjarnorkuver þá ættum við augljóslega að vera að horfa á þessa kosti en við erum einhvern veginn stanslaust í því bara en hvað okkur þessi manneskir að svindla okkur sko. Já, þetta er oft viðhorfi hérna heima gagnvart erlendum fjárfestingum að það sé einhvern veginn verið að nýta eitthvað sem að við eigum bara því við fættum hérna eitthvað sem við eigum í einhverjum annarlegum tilgangi og þessi umræðum gagnaverin hefur náttúrulega verið ótrúleg þetta byrjaði náttúrulega hannig að þau voru bara að taka umframorku bara sem að bara orka sem var rennandi sjávar álverð var eitthvað lélegt og eða hvernig sem það var þá voru það að taka bara orku sem hefði annars runnið til sjávar og svo svo spennist aftur upp eftirspynnin í kerfinu og Bitcoin lækkar eitthvað á móti og þá einhvern veginn var búið að teikna þetta þannig upp að það ætti ekki að selja í Bitcoin framleiðslu. Mér er nákvæmlega sama í hvað þessi orka fer í þessum gagnaverum. Þetta snýst ekki bara að hámarka tekjur af raforkusölu. Eða, þú veist, það er það sem ég finnst hvernig erum við að nýta auðlindina best og hvernig erum við að fá sem mest út úr henni og ef það er með því að grafa rafmyndir þá er það mér að minnilega að kemur mér ekkert við hver í gangi í þessum gagnaverum sko. En ef þau borga 2 eða 3 eða 4 sem hærra heldur en fyrir kúnar erum við þá ekki í góðum málum. Sérstaklega þegar þetta er að svona reka það sem að allir held ég og flestir sem að kynna sér þetta séu sammála að þetta muni verða mjög stór hluti af framtíðinni þar sem að allir rekstur mun koma til með að nýta sér þetta allir hefur opinbera verið ekki svona síðasta sviði til þess að nýta sér gervigreindina ég hef reyndar fjallað að hérna áður að það er alveg ótrúlegt að séu aðilar innan hins opinbera sem eru ekkert að nýta sér gervigreindina en kannski ég myndi færa rök fyrir því að það er út af því að þau væri að gera sér svolítið óþörf sjálfkrafa en ég held að eftir því sem að þetta mun koma til með að aukast þannig að eikst þessi þrýstingur og það eru störf að fara að tapast en ég menn það verður önnur til á móti ég var að fara að segja sko, þú veist maður að horfa að árið tæknibreytingar og fólk hefur alltaf fundið sér eitthvað að gera ef að þú veist atvinnuleysi er komið upp í 40% þá getur þú kannski farið að spyrja okkur eða þú veist jafnvel 15% þá getur þú farið að spyrja okkur einhver spurninga en aftur á móti er atvinnuleysi mjög lítið og það þarf fólk í ákveðna geira það eru skortur á vinnuafli til dæmis umönnun og fleira að við erum ekki að horfa á þetta þannig að við ætlum bara ekki að vera hluta af framtíðin út af því að við getum tímabundið til 5 ára haldið einhvernum störfum í það að búa til einhver vaktaplan sko. Já, en þetta er bara umræða sem hefur bara átt sér stað bara reglulega í gegnum aldirnar, bara alveg í rauninni frá iðnbyltingunni sérstaklega þegar að menn til dæmis fundu upp vefnaðarvélar til að auka afkust í framleiðslu á bara efni til að sauma föt og annað slíkt. Það var bara mjög sterk hreyfing á móti á að fara á eyðilagt vélum. Já, ég held kallast lúddítar ef ég man rétt.
þeir voru kölluð þessu lútita, þeir voru á móti innleiðingu vefnaðarvéla að þetta myndi störf tapast, en ég held að starfi nú tölvöld fleiri í textil innan í dag heldur en gerðu þarna á 18. öld sko. Þannig að við höfum aldrei að óttast það sko að einhverja tækniframfærir auki afköst og auki hagkvæmni. Ég meina, ég veit ekki með þig, ég meina eins og ég í mínu vinnu, ég er bara að reyna að tilengja mér gervigreindina, ég meina oft hættulegt eitthvað að treysta á þetta, kemur oft eitthvað tóm della út úr því, bara jafnlega maður að láta reikninga fyrir sig. En ég held bara þetta er svona eins og það internetið var að byrja sem það voru margir sem þráðust við í nokkur ár að fá sér e-mail og allt þetta sko, og svo bara allt í einu þurftu að gera það á endanum. Þannig að ég myndum bara hvetja allir til þess að reyna að svona prófa sig áfram með þetta og reyna að innvinklera þetta í sín daglegu störf svona eins og þau geta. Já, ég get ekki framleitt efnin en maður verður fyrir gervigreind sko. Ég nota til að klippa, ég nota til að vinna hljóðið. Þetta er ekki við hérna í alvörunni, þetta er bara gervigreinda footage eða ekki. Nei, þú veist, það eins og við séum einhvern veginn alltaf á afturfætinum. Ég held ég að tala við Gumma Hafstein sem var hjá Microsoft og Apple og fluttur heim núna í stjórn Icelandair, og hann skrifaði með bókina Gummi þar sem hann fjallar svona sína vegferði því að auka og bæta tækninýjungar. Var það ekki Snorri Málsson sem var með hann skráði bókina, jú, gott að það komið fram líka. Ég man ekki sko, ég þori ekki að fullera, en ég man alveg að ég hugsaði það í því viðtali að það væri að við værum einhvern veginn alltaf á afturlöpunum og þrátt fyrir það að við náum einhvern veginn að grípa tækifærin, að þá einhvern veginn erum við svo mikið á afturlöpunum að ég held að það séu alveg ákveðin tækifæri sem að við missum af, eins og hann reynda nefndi í þessu viðtali sko, að með gervigreindina það eru mjög margir sem að telja sko að þeir verði sko kannski aðeins á eftir að vera með í svona þessu gervigreinda kapphlaupi, en hann orðaði þannig að annarkvort sko verðuru í þessu núna og reynir að keppast við að vera með þessu, eða þú verður ekki með. Og þetta mun verða ótrúlega mikil gjá á milli landa sem að tóku þessu og reynda innlima þetta mismunandi svið hjá sér, eða þá að bara löndin væri einfallega ekki með. Og mér varst það ótrúlega áhugaverður vinkill sko. Þarna sem Evrópa er að klikka eins og ég nefndi áðan, meðan Bandaríkin og Kína eru bara í þetta er bara vígbúnar kapplöf nútímans, stór hluti af því er gagnaverskapasitet, en Evrópa þeir eru í Evrópaþinginu og í framkvæmdastjórninni að efast sko hvað skorður þurfa að vera þarna fyrir hendi til þess að þetta fari ekki úr böndunum, en þeir eru bara, Evrópa bara komin 2 ára mætti strax. Já, mér finnst eins og ég tek undir með Heiðari eins og reyndar svo ofta áður að við höfum náttúrulega að nýta þetta tækifæri ef að við getum komið með þetta, því að það myndi ekki bara verða til þess að einhver fyrirtæki komi hingað og sé að þiggja orku, það myndi líka búa til afleitt tækifæri fyrir Ísland. Þiggja orku, bara kaupa hana bara á fullta peningum, skilur við, það er ekkert verið að gefa neitt í það sko. Nei, en þú veist, og það hefur verið að tala um að virkja drekasvæð og eitthvað hannig sem ég reynda að peppa líka, en aftur á móti þetta er eitthvað svo borðliggjandi dæmi, og ég veit ekki, kannski þegar Jóhann Páll næra taka utan þessa hluti almennilega að festu, þá munum við koma til með að sjá þessi tækifæri raungerast. Já, það er vonandi. Já. Annað sko, langar aðeins að fara út í heimspekina sko, við tölum útlendingamálun áðan og mér langar aðeins að koma að þau, að núna er Þorbjörn Sigríður að taka hart á þessu, sjáum alla Evrópu taka alltaf hart á þessu. Já, hún er í rauninni bara svona að reyna að hrinda því í framkvæmd sem að Jón Gunnarsson og Guðrún Hafsteins og Áslaug Arna voru að reyna á síðustu árum. Já. Við mikla ónægju, en að þú veist, hún er í rauninni bara að fara í nákvæmlega þá átt. Já, en þessum sjónarmiðum eins og öll önnur sem við erum eiginlega búin að ræða var svolítið sparkað út. Þetta einhvern veginn flaug allt út af þingi og Píratar náttúrulega reyndu að ríkhalda í bókið og uppskáruðu það þeim að sparka út af þinginu og verður sparkað út úr borgarstjórn vantilega líka í vor, myndi ég nú halda. Já, er það ekki það? Já, ég meina erindið er þróttið sko, og ég sá bara status frá einum kjörnu fulltrúa Pírata á netunum daginn þar sem að þau voru að segja frá að hefur verið mikill vinna undanförnu og svona reyna að komast að í hvert okkar erinda væri eiginlega sko, og það bara sagði það sko, þau eru ekki alveg kláraði sjálf. Nei, Björn Levi er samt duðlegur á Facebook og mjög skemmtilegur þar. Já, við erum ekki samt, hann er ekki biðlunum að klárast núna hljóðlega, ég held það. Er hann ennþá á biðlunum? Ég er ekki hálft ár, jú, það eru búin væntanlega.
og búum væntanlega. Það hljóta að vera þrjóta. Já. Nei, hann bara hann var hann ekki að vinna á Menntamálastofnun áður en hann fór á þing. Ég veit það ekki. Ég held það. Ég held að, en ég hef tekið eftir þessu líka. Hann mikið að kommentera og pikka fætt við fólk sem ósammála. Það er örugglega bara gefandi tilverðan hjá honum þessa dagana. En heldur að sósíalistar, VG og Píratar munu koma til að geta tekið sér saman og ná inn þessum prósentu sem fengu síðustu kosningum? Heldur að það sé einhver vingill? Ég held að þessi þrír flokkar geta alveg tekið sér saman, en ég held að þau fá ekki þetta sama fylgi samanlagt eins og þau fengu síðustu kosningum. Ég meina, þetta hefur náttúrulega verið, VG verið stóra botfrósið, það bara hreyfist ekki fylgið. Sósíalistar eru nú búin að vera með skemmtidagskrá líka í sumar og Píratar eins og vorum að ræða áðan, það er svona, ég held þau veit ekki eins og sjálf hvert svona þeirra pólitíska erindi er, en jú, ég hef full trú á því að í sveitarstjórnarkosningunum verði einhverju bandalagi, einhverju vinstri bandalagi klastrað saman. Það getur vel verið að ná einn manni í borgarstjórn eða eitthvað svona sko, en ég hef ekki mikla trú á því fyrir þingkosningar. Ég held líka bara að ástæðan fyrir að VG náði þarna flugi frá svona 2009 það ekki, og svo Alltaf Katrín dróin það fylgi svolítið Katrín mikið persónufylgi og Samfylkingin alltaf búin að vera bara í ákveðinni eyðimerkurgöngu, en er ekki bara eitthvað hagsmunamat hjá vinstrimönnum, bara ok, förum bara á Kristrúnu þá. Alltaf ekki, það var náttúrulega sko, ég samt hugsaði það þegar ég mun að segja það að þegar við vorum að horfa upp á þetta fíasko hjá sósíalistum, og núna var Gunnar Smári hjá mér en daginn og mér finnst hann skemmtilegur og gaman að tala við hann. En aftur á móti þá var þetta fólk sem var þannig í þessari fíaskói með sína sjálfstjórn að reyna að samfara okkur að það geti stjórn á landinu. Og ég hugsaði með mér bara, hvað út af því alltaf þegar fólk kemur með ákveðið svona stjórnlyndis hugarfar það að þeim þykir ógurlega vænt alla og alltaf mannúðar leiðarljósi og við ætlum að passa upp á það að við tökum af þessum 3-4 fjölskyldum og við ætlum að færa það yfir til ykkar út af því að þið eigið það skilið til þess að viðhalda okkar kerfum og til þess að bæta heilbrigðiskerfi. Það er 3500 manns að vinna í fiskvinnslu á Íslandi, þannig að þetta eru stórar fjölskyldur. Þetta eru sennilega nær 3000 fjölskyldur, en ok. En ég hugsaði með mig bara, er þessi lærdómur undanfaranna ára ekki sá að þegar við erum með stjórnlynda stjórnmálamenn að þá eru þeir ólíklegir til þess að færa okkur til farsæls samfélags. Ég held það, og bara eins og því myndist, ég er sammála því og ég held að eins og þetta svo myndist á með sósíalista áðan sko, þetta var náttúrulega eitthvað bíó hann í gangi, einhverju svona átakafundir, ég meina það eru svona átakafundir oft á ári í Valhöll sko, bara ekki nákvæmlega sama, en kannski, það er alveg alltaf oft eitthvað svona drama í gangi í einhverjum hverfafélögum og eitthvað svona sko, en menn bara menn eru ekki að taka stöð í fjölmiðlum í kringum það nema ekki bara missa stjórn nema í undantekninga tilvikum sko. Nei, en með Sjálfstæðisflokkinn, tökum hann aðeins fyrir, hann stendur sér ekki nægilega vel. Mér finnst hann hafa staðið sér vel sko, mér fannst hann fara svolítið hægt af stað sko í þessu veiðigjaldamáli, því að mér finnst hann bara svona í prinsipinu að Sjálfstæðisflokkurinn berst gegn skattahækkunum og þetta er mjög brött skattahækkun bara fyrir ákveðin hóp fyrirtækja og umræðan auðvitað verið mikið einföldum með þetta, menn er að taka eitthvað samanlagan hagnað greinarinnar og horfa á þessar væntu tekjur af hækkuðu veiðigjaldi í samhengi við það, þetta er ekkert mikið, en menn eru bara ekki að sjá það að 30-40% af svona afkomunni í þessum samþættu sjávarútvegsfyrirtækjum er í gegnum fiskvinnsluna og allt í einu búin að hækka hráefniskostnaðinn upp í eitthvað nostverð, þá er það business case orðið miklu verra, þannig að þetta mun hafa allt önnur þú getur ekki tekið bara bóttanlega hagnað og dreifið veiðigjöldin frá, þetta hefur miklu margbrotnari áhrif inn í fyrirtækjunum. Mér fannst ekki Sjálfstæðisflokkurinn eins og hann leggur sig, en mér fannst hann svona svolítið soft í andstöðinu við þetta framan af, en ég verð hins vegar að segja það að svona síðustu
vikur hefur, fannst mér formaðurinn koma mjög sterkur inn í þetta mál og menn bara snéru bökum saman og bentu á það sem augljóst var og það getur vel verið að þetta hafi ekki verið svona fallið til pólitískra vinselda til skemmri tíma að berjast á móti þessu en það var rétt að gera það vegna þess að þetta var bara, eins og Guðrún sagði, komst skemmtilega orðið í beinni útsendingu og stöðsöðu að þetta frumvarp er drasl. Þú veist, menn geta haft hugmyndir það að hækka þessa skatta en bara gera það þá almennilega, ekki með einhverjum með því að hækka skattstofnin með einhverjum tilfæringum yfir í norskverð og einhvern fiskmarkaði Sandgerði sem að er algjört jaðarverð. Þannig að ég verð að segja það sko, Sjálfstæðisflokkurinn hefur oft tekið svona slagi áður eins og í síðustu vinstri stjórn 2009-13 þar sem að var verið að fara á móti breytingum á stjórnarskrá og öðru slíku og stjórnlagaþingi, það var ekkert eitthvað að hjálpa fylgi flokksins til skemmri tíma en þannig að umræðan bara snörp og kannski ekki alltaf tími til þess að greina hana niður í sínar örundir bara hverju sinni en ég held að sko, fólk er ekki fíbl sko, þvert á móti ég held að fólk munir nú bara sjá það þetta horfið tilbaka og þegar það mun koma á daginn hversu mengallega þetta frumvarp það verða væntanlega eitthvað málaferli í kringum það að þetta var hefði réttaði stöðunni og bara sama með og Framsókn og Miðflokkurinn voru líka sterk í því. Hvað er talað um? Það er talað um 7-8 milljarða á ári. Er það ekki rétt hjá mig? Já, þetta er... Hvað gerist ef það raungerist ekki? Ef þetta verður bara 3 milljarðar? Það er náttúrulega líka það að finna. Sko, þetta er rosalega lág fjárhæð í samhengi útgjalda ríkisins. Það er ekki ríkja eða einhverjum 15-16 milljarðum á ári. Þetta er náttúrulega bara algjörð pínast með það og þú veist, þetta kannski duga til að leggja 3-8 kilometra vegi ekstar, þú veist, þetta er ekkit og náttúrulega bara faralegt að landsbyggðin þurfa eitthvað sérstaklega að borga fyrir vegina sína ég heldur allir sammála það að við þurfum að það er innviða skuldjörna, það er bara ákveðnar ástæði fyrir því allir að borga fyrir borgarlínuna líka já, það er ákveðnar ástæði fyrir því að þessi innviða skuld hefur staplast upp, ég meina það var bankarun allt sent á stopp og svo líði ekki mörg ára, þá kemur COVID, þannig að þetta hefur sitt á hagganum og ég held þessi mjög alltaf á pólitískri samstöðum það að setja kraft í þessi mál en það getur ekki verið forsenda þess að hækkun einhverja ákveðina skatta á sjávarútvegsfyrirtæki þarf ekki að vera forsenda þess og er það náttúrulega ekki en já, sko ef að peningur kemur ekki inn, hvað þýðir það? Það er alveg, ég er búin að vera að pæla í þessu útrúlega mikið. Er það eftir að tala um að ef þessi áætlaða hækkun skila sér ekki ríkissjóðs? Já, ég er að segja sko þetta því að þau tölu hvað var það að segja, þetta var í helmingunum þá sögðu bara, hvað var þetta 10 milljarðar til að byrja með þannig að þú myndi hækka byrja 20 og svo fóruð að tala um að þetta er 7-8 milljarðar aukalega og ég velti fyrir mig sko, hvað ef þetta verður bara 3-4? Já, ég meina þá verður bara hallin meira sem því nemur sko, hallin á ríkissjóði meira sem því nemur sko, en þetta auðvitað ekki stærsti óvissuþátturinn, ég meina það er ekki búið að lofa því að eyða 70 milljörðum í varnarmál núna, 1,5% af landsframleiðslu, það er ófjármagnað líka, og svo náttúrulega náðist þetta frumvarpennar Ingu Sæland verðtrygginguna á lífeyri, það náðist ekki gegn, það var opin tekki líka, þannig að ég sko þetta erindi Kristrúnar og þingum trausta efnaðarstjórn og nániður hallanum og nániður vöxtunum og nániður verðbólgunni, það er orðið mjög ólíklegt að það takist, það er bara augljóst með hvernig þetta fer að stað. Já, heldur að klára þetta kjörtímabil og það ég man sko í upphafi og þegar alltaf fyrir sko var þessi stað sko, þá voru mjög margir að segja bara þetta kjörtímabil verður ekki klárað sko. Já, það fer eftir því hversu lengi flokkur fólksins er tilbúin að kyngja því að fá ekki neitt í gegn. Ég meina, þeir fengi ekki einu sinni í gegn þarna dýrahaldið í fjölbýlshúsum sem var nú að leita út að það er eina máli lengi sem að flokkur fólksins fekk í gegn en þeir fengu ekki stranduðarnar og þetta er sagt með þeim fyrirvara að það verði skítmiksuð eitthvað reglugerð sem verður sannlega ekki löglega en hún verður samt sendt út og þeim verður hleypt aftur út á sjó en þeir fengu ekkert í gegn á þessu þingi Viðreisn og Samfylkingin hafa svo lengi talað fyrir því að hækka skatta á sjávarútvegsfyrirtæki, þau fengu það í gegn og svo var náttúrulega fjármálaáætlun sem við þurftum að taka og svo var eitt í viðbót með jöfnunarsjóðinn en þetta voru aðeins stór og mörg mál sem að flokku fólks var með og voru mjög svona ofalega blaði í stjórnarsáttmálunum en það var ekkert nálægt í að komast í gegn núna. Nei, ég vil ekki. Þannig að þetta fer eftir því hvað þau eru
lengi tilbúin að láta þetta yfir sig ganga, en svo það líka bara, það má náttúrulega bara ekki vanmeta það er bara ráðherrastóllin kósí, þannig að það voru mjög margir sem byggust ekki við því að síðasta vinstri stjórn myndi halda út allt kjörtímabili en það gerðist. Sigga Andersen sagði að límið í ráðherrastólnum væri sterkt, sko. Já. Hún hefur náttúrulega reynslu á því. Já. Ég vil ekki sjá þetta dýrahaldsfrumvarp fara í gegn, sko. Ég er bara ef að ég bý í einhverju fjölbýli eða einhver gæi kemur með einhver skítuðan Dobermann rakka inn og sem hann sé á 7. hæð og ég á 1. þar ég þá að þola það að sé einhver óður hundur alltaf sem ég hef ekkert að segja inn á mér. Já, ég skil hvað það meinar. Það eru rök með, ég skil alveg rökin hjá Ingu fyrir þessu, sko, þú veist að fólk oft einmanna og allt þetta, sko, og þetta einhver félagskapur og að get ekki látið einn í húsfélaginu stoppa þetta lengur, en þín rök eru jafngild á móti. En ég held að það munir á þessu hvað flokkur fólksins er tilbúin að láta yfir sig ganga, því að þau eru náttúrulega bara svona, svolítið svona hækja fyrir Viðreisn og Samfylkinguna sem að náttúrulega stjórna þessu. Ég held að þau muni láta til sín taka, sko. Þau eru náttúrulega, eins og segi, þau eru ekki mjög hófstilt svona eðlisfari. Nei. Og ég held að menntamálin, sko, mér finnst þetta að menntamálin þurfa að komast miklu meira dagskrá. Og ef að þau verður ekki löguð á næstu svona 2 árum og það kom ekki eitthvað ótrúlega mikið upp úr krafsinu varðar það að bæta stöðu menntakerfisins, að þá ég skil ekki hvernig við getum haldið svona áfram. Nei, þetta nú bara þegar komið í óefni, sko. Já, ég líka alltaf að fjalla sko, þú veist, það kannski ekki endilega slæmt, sko, að við séum með einhver vandamál. En ef við erum með einhver vandamál sem að síversna, ég fór einhverju tölfara, ég held að 40% eða eitthvað ungra krakka kemur ólæs eftir grunnskólagöngu. Hvað eru að gera? Já, það er fárlegt, en meðan að svona sko, meðan það er ekki hægt að treysta á þetta, þá held ég líka bara að bara hvert og eitt foreldri verði líka bara að finna til smá ábyrgðar að bara fylgjast með því hvað er að gerast hjá krakkanum í skólanum og taka því bara alvarlega að það er einhver viðvörunalega ljós að kvikna. Við eigum þetta að hafa gott menntakerfi og kenna æsku landsins að lesa og skrifa svona fyrst og reikna. Það er nú þetta þrennt sem skiptir mestu máli og saga landsins og allt þetta. En það er líka, ég veist nú alltaf líka bara, ekki það að ég sé eitthvað að reyna að afsaka þetta menntakerfi eða reyna að fríða það eitthvað ábyrgð, en á endanum líka berð þú ábyrgð á sko uppeldi þíns barns og það sé að læra hlutina sem það þarf að læra. Auðvitað er fólk misvel í stakk búið til að kenna börnunum sínum, þú veist, lesa og skrifa það er rekna, ég meina fólk er með sterkt á svellinu því og þess að náttúrulega skiptir máli að menntakerfi sé í lagi, en þú gerir það sem þú getur. Ég ætla bara ekki að láta að gera grína með lengur í þessu, sko. Ég fjallaði með áður að mér langar ekki að setja krakkamenn inn í svona skólakerfi ef það verður ennþá jafn slæmt eftir 2 ár, sko. Er ekki í Bandaríkjunum svona homeschooling að komast aftur í tísku? Jú, það er svona á sama væpið, svona tradwife dæmið. Já. Og sem að er svona eitthvað svona, það sem að margir kalla bakslægi, sko. Við erum að sjá bakslægi í öllum baráttum, sko. Ég fagnaði þessu bakslægi mikið, sko. Því ég held að þessar dellu hugmyndir sem hafa aðalega komið frá akademíum og í bandarískum háskólum og reynda að vera innleitar hingað hafi valdið okkur stórkostlegum skaða og réttrúnaðurinn sem því fylgdi að allir sem eru einhvern veginn ósammálaðir séu vonda manneskjur og ef þú ekki tilbúin til að vera meðvirk akkord öllu sem við kemur útlendingamálum, sem við kemur mentamálum, sem við kemur svona því að allir eiga að hafa aðgengi að börnunum til þess að fræða þau hitt og þetta. Ég held að þetta muni koma til með að skolast út líka samhliða öllu því sem við erum að tala hérna. Já, ég meina pendullin kannski bara fyrir of marga sveiflaðist of langt svona þegar kemur einhverjum svona samfélagslegum líberalisma. Það er bara, og þá sveiflast það tilbaka, ef þau vilja kalla það bakslag, þá er það bara svo að vera, en hann sveiflast fram og tilbaka. Já. En Þórður, þetta var mjög skemmtileg yfirferð, eins og alltaf. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir mig.